Komið sæl og verið velkomin að Rauða borðinu í samræðu eiginlega landsbyggðina og Ísland allt og framtíðina. Við erum svolítið að tala við núna íbúa sem að láta í sér heyra og eiginlega svona taka málun í sínar hendur og hjá mér eru íbúar og fyrrverandi íbúar Seyðisfjarðar. Það Guðrún Ásta Tryggvadóttir, íbúi á Seyðisfirði, sem kennari og þarf að fara í kennslustund eftir smástund, þannig að við ætlum að byrja að spjalla við hana. En hjá mér eru líka Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður VÁ, sem félag verndun fjarðar, og Magnús Guðmundsson, félagsmaður í VÁ, sem brottfluttur Seyðisfirðingur, og við ætlum að halda samræðan hérna áfram á eftir. En heyra aðeins í þér, grípi í skottaður Guðrún Ásta að þú ferði í kennsluna. Þú skrifaði nú ansi magnaða grein í Austurfréttar sem að þú ert að lýsa þessum magnaða samtakamætti sem að á Seyðisfirði. Er þetta eitthvað sem að þú bara ert að upplifa svona svolítið einstakt fyrirbæri núna? Já, ég myndi alveg segja það. Seyðisfjörður, ég fluttinga fyrir 7-8 ára síðan og þetta svona magnað samfélag og það rosa mikið svona kraftur hérna og mikið svona samheldni alveg, myndi ég segja. Og þú veist, Seyðfirðingar eru hérna miklu félagar, við erum miklu vinir, fólk heilsast á götu og spjallar í pottinum og allt þetta. En við erum auðvitað bara ólíkir einstaklingar sem líka með ólík sjónarmið. Og í kveikjana greinin, þess að ég kannski koma aðeins inn á það, var að það var gerð þessi skoðanakönnun sem að Múlaþing gerði fyrir allnokkru síðan. Og það sem að niðurstöðurnar voru svolítið svona afgerandi, það var 75% Seyðfirðinga á móti því að hér yrði sett upp sjókvíaeldi í firðinum. Og þetta bara mjög margar ástæður fyrir því og við sem að erum á móti laxeldinu erum með kannski ólíkar skoðanir á því hvað það sem að manni finnst mikilvægast. Er það lýðræðið, er það bara það ekki pláss fyrir þennan iðna hér, er það vegna þess að þetta dýraníð, er það vegna þess að þetta mjög mengandi iðnar, er það vegna þess að það sem að við sem samfélag værum að fá fyrir okkar snúð væri rauninni ekki svo mikið, ekki með það sem að þeir sem að eiga fyrirtæki myndi græða á því, eða er þetta kannski stofna annarri atvinnustarfsemi hérna í hættu. Það svona margar mismunandi skoðanir og svo veit ég að það einhver hérna sem eru með laxeldinu. Og svo stuttum fyrir kosninga þá fór ég svona að sjá svolítið víða á samfélagsmiðlum að það væri verið að gera mjög lítið úr niðurstöðum eins og skoðanakannana. Það hafði líka verið hérna samstöðufundir þar sem við höfum mætt og ég verið játa, mér finnst oft svolítið svona kvíðavænlegt og erfitt að vera eitthvað mikið að hafa sterkar skoðanir út af við. Og svona, ég eðli mín pínu átakafælinn, við erum bara allir vinir, ekki. En svo koma svona málefni sem að þetta bara, þetta er svo ótrúlega mikilvægt og eins og ég sagði, svo mörg sjónarhótt þarna og ég á mín sjónarhótt og ég veit, og ég sé, það var svona ákveðin svona kosninga áróðusvél sem var í gangi og það voru með talsmann Kaldvíkur í framboði og oddvita á lista Sjálfstæðisflokksins og ég sé svolítið fólkur hans ranni kannski verið að tala því máli að þetta sé nú bara ekkit svona, Seyðfirðingar séu almennt ekkit á móti laxeldinu og auðvitað, 75% af þetta þýðir að það séu einhver annar 25% sem hafa aðra skoðun. Svo ég fór bara að skoða þetta aðeins og komst eiginlega að því að við erum bara víst mjög mikill meirihluti hérna sem erum á móti þessari atvinnustarfsemi hér. Mér finnst samt líka mikilvægt að bara við hlustum á aðra og við heyrum önnur sjónarhorn og ég er ekki að segja og við erum ekki með því að ráðast gegn þeim sem að hafa kosið þessa leið fyrir sitt samfélagsskilur. Það geta kannski allavega lítur að vera mjög fáheyrt að það sé 100% samstaða í einu bæjarfélagi eða sveitafélagi einhverja aðgerð, en 75% samstaða örugglega geti bara farið í heimsmetabók Guinness, hugsa ég svona, eða það er svo mikið. Þannig að þá er það spurning af hverju það þá einhver yfirgangur við hinn 25%
í þessu máli á meðan að það hefur náttúrulega oft verið meirihluti ýmislegt sem að sveitarfélög margir sveitarfélögum ekki ánægðir með. Þetta verður eitthvað svona hitamál og þetta svona fer í þann flokk hitamál á Íslandi að því að þetta snertir eins og þú segir svo mörg svið. Þetta íbúalýðræðið, þetta umhverfisverndin, byggðastefnan. Bara, en þarna hefur ykkur tekist að vera sammál það að vera á móti þótti séð kannski á móti á mörgum mismunandi forsendum, það ekki? Já, jú. Og þetta ekki, finnst þér þetta bara svona, ef það verður ekki hlustað á ykkur, eins og þú lýsir líka, þetta er náttúrulega ekki búið að vera í miklu samráði við íbúa, þetta ferli, ákvörðunarferli og undirbúningsferli. Er þetta bara einhvern veginn svona, ef þetta síðan bara yrði að veruleika, myndir þú þá bara hugsa þig og hvort þú ættir að búa áfram þarna? Sko, ég vil ekki eitthvað vera með stórar yfirlýsingar, en ég verð að segja samt, þú myndir valda mér rosalega miklum vonbrigðum bara vegna þess að ég vil ennþá geta trúa því að ég búi í lýðræði samfélagi og og það líka svolítið, það svo gallað og það svo ruglað að einhver svona risa stór ákvörðun getur verið tekin þegar lagaraminn svona óskýr og það lýsir mjög svona vanmáttur og já, bara ekki góðri stjórnsýslu að það sé hvergi ferlinu hægt að segja, herri, já, hér erum við með svona mikla andstöðu íbúana, við þurfum að skoða þetta betur, við þurfum að skýra lagarma, við þurfum að skýra ferlin áður en að eitthvað svona fyrirtæki getur bara komið og sett sína starfsemi í bakgarðinn okkar, þið vitið, eða bara, já, já. Þú náttúrulega vinnur ég veit ekki hvort ég myndi flytja, þú veist, en ég meina mér þætti það mjög leitt og mjög miður. Það væri þá mjög erfitt fyrir þess 75% að þurfa hlíta þessari niðurstöðu, sannarlega. Já, það lýsir bara, þú veist, af því að svo finnst mér sko við meirihlutinn þú veist, að skilur fólki sem á móti og hefur tölum fyrir þessu. Mér finnst við reglulega vera vændum að vera með yfirgang og hroka. Það lýsir líka yfirgangi og hroka að segja í fyrsta lagi, þið eru ekkert svo mörg, þetta ekki 75%, við tökum ekki mark á þessum skoðanakönnunum, við tökum ekki mark á þessum samstöðufundum, við tökum ekki mark á greinunum sem þið skrifið eða greinunum sem þið skrifið undir af því það var alveg 140-150 mann sem eru íbúar og Seyðisfirði sem að skrifuðu undir grein sem birtist á vísi fyrir daginn fyrir kosningar og þið þið eru kannski að móta en þið eru bara að móta því einhver annar sagði ykkur það af því að við séum ekki færum að taka sjálfstæðar ákvarðanir heldur þetta svona en þetta þú talar í greininni þetta flegi samfélagið þetta svona, þú talar þessar dylgjur hvað erfitt að upplifa það og bara hugsa sér sem kennari ef að kennari myndi koma svona fram við börnin sko, að trúa þeim ekki og gera lítið úr því þegar þeir eru að segja frá sínum skoðunum og upplifunum. Það náttúrulega, þetta vond upplifun virðist vera að lendi því að mótmæla einhverju og vera gerður ómarktækur eða svoleiðis. Er þá ekki svolítið pressandi að fá svona hvað gengur vel með undirskriftasöfnun? Nú undirskriftasöfnun í gangi og bara alveg hrúast inn öfnin. Er það ekki stuðningur? Er það ekki bara fólk all land sem að skrifa undir? Jú, það fólk all land og það fullt að Seyðfirðingum auðvitað. Jú, það gott að finna samstöðuna og það var það líka þegar greinin birtist þarna daginn fyrir kosningar. Og það var það líka svolítið skýrt að ég sá að voru svo mörg nafn á þessu lista bara fólk í bænum að því að bara íbúar bæjarins. Það rosalega gott og auðvitað þó að ég sé að tala hér Seyðisfjörð þá þetta samt líka, þetta stórt mál, þú veist, fyrir bara Ísland og Íslendinga því þessi starf sem að komin og að koma á svo marga staði og við kannski ekki að ná að staldra við og pæla í hvað þetta og hvað áhrif hefur þetta til lengri tíma fyrir okkur og auðvitað þurfum við atvinnutækifæri og auðvitað þurfum við einhvern iðnað og mörg atvinnustar sem hefur einhver neikvæð umhverfisáhrif auðvitað, það þannig en við erum bara ekki búin að staldra við og vega og meta
og það það sem við þurfum að gera. Hvað þess virði? Einhverju verður fórnað, en hvað við þá að fá í staðinn? Mér finnst þetta bara mjög stór fórn fyrir mjög lítinn hag okkar að ég sjá. En ég verð að fara því að það var hringinn. Kæra þakkir fyrir að koma, samþykkja að koma hérna. Það var svo gott að fá að heyra í þér frá Seyðisfirði. Guðrún Ásta Tryggvadóttir, félagi í VÁ og vernd Fjarðar. Kæra þakkir fyrir að koma að rauðaborðinu og við sleppum þér og höldum áfram spjallinu hérna. Takk fyrir það. Félögum þínu, bless. Bless. Og við hvöttum Guðrún Ástu Tryggvadóttur sem á Seyðisfirði, og í stúdíóinu hérna við rauðaborðið hjá okkur eru áfram 2 seyðfirðingar. Það er Magnús Guðmundsson, félagsmaður í þessu sem heitir VÁ, svolítið flott nafn, VÁ, sem er félag vernd Fjarðar, verndun eða vernd Fjarðar, já. Og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir, formaður, hvernig beður þetta, VÁs, bara VÁ, félags vernd Fjarðar. Akkurat. En VÁ er svolítið flott að því að það er bæði þessi VÁ sem þá hætta og svo VÁið sem upprópunin sem Guðbjörg Jóhannesdóttir heimspekingur hefur talað þetta mikilvæga gagnvart náttúrunni, þegar að fólk sem sagt á engin orð yfir fegurðinni heldur en orðið VÁ. Akkurat, þetta kom til okkar alveg, var negla. Og þið hafið stofnað þetta svona bara eiginlega kringum þessa VÁ sem þið upplifað að sjókvíaldið sé. Já, þetta var þannig að við bara leið og þessi frummatsskýrsla fyrirtækisins kom út 2020, í nóvember 2020. Þá bara kom saman á einum stað fullt af seyðfirðingum og við byrjuðum að skipta okkur á götur og fara út allt og skrifa undirskriftalista sem var mjög bara afgerandi. Hann sagði bara við frábýðum okkur allt sjókvíalda í Seyðisfirði, og það var strax svona greinilegt að fólki leist ekki á blikuna. Og við sáum auðvitað að þetta mældist, við fórum yfir listan í gegnum þjóðskrá, þetta voru allt fólk með lögheimili á Seyðisfirði, og sáum að þarna var bara meiri hluti Seyðfirðinga sem voru gegn þessum áformum. Þannig að við ákveðum að það yrði að stofna félag. Við getum ekki farið í það verkefni sem persónur, heldur yrðum við að vera með eitthvað félagskap. Við sáum auðvitað hvernig þetta hafði svona farið í gegn á fjörðunum í kringum okkur. Þannig að við stofnum þetta félag. Við sendum síðan þennan undirskriftalista inn til skipulagsstofnunar sem að gerði síðan mat á umhverfisáhrifum fyrir fiskeldið, og komst að því að þetta veri alveg fordæmalaus andstæða á svæði gegn svona áformum, og í rauninni gaf þau tilmæli til svæðisráð sem að gerði síðan skipulag seinna fyrir Austfirði, að það yrði að horfa til þess að ná sátt við nærumhverfið og Seyðisfirði. Og svo kannski komum við að því seinna í viðtalinu að það var sannarlega ekki gert, og við erum hér enn einhvern veginn á þessu stigi málsins komin á ögurstundu. Já, þannig að maður eiginlega hugsaði með sér þegar að þetta náðist, þessi mikla samstæða, að þá væri eiginlega bara málið dautt, en það er svo sannarlega ekki, og kannski einmitt var einhverstaðar í að því þetta væri svona bara einhver hópstemning, jafnvel bara svona eins og einhver, heilaþvottur og hystería í íbúum, og þannig að það náttúrulega koma mótrökin, eins og Guðrún Ásta nefndi og svona kemur þessi svona sannfæringarkraftur að þessi 75% hafi rangt fyrir sér. Já, þessi skoðanakönnun sem kemur síðan seinna, hún kemur 2023 og er framkvæmd af sveitafélaginu, og bara þetta svæðisráð vann tillögu fyrir svæðið og skipulaði og léti rauninni sjókvíaldis fyrirtækin fá öll þau svæði sem við vildu og óskuðu. Þetta strandsvæðisskipulag átti að vinna í bara miklu samráði við alla hagaðila, svo sem íbúa, og var ekki gert, og viku áður en að þetta strandsvæðisskipulag er síðan staðfest af innviðaráðherra, þá láð þessi skoðanakönnun fyrir að 75% íbúa væru á móti þessum áformum. En við hittum innviðaráðherra, við Maggi fórum og hittum Sigurð Inga og horfðum í augun á honum og sögðum að þetta líti náttúrulega bara, það voru það margir ágallar og svo náttúrulega lægi fyrir þessi mikla andstæða íbúa, nú bara væri ekkert annað í stöðunni en að klára þetta mál og samþykkja ekki þetta skipulag.
En hann bara skrifaði undir þetta skipulag, fór mjög lítið fyrir þeirra ákvörðun á þeim tíma og við vorum alltaf enn og aftur svolítið buguð í okkar baráttu. Því að þetta var svona vígi ákveð að reyna að ná þannig fram okkar sjónum svolítið svo Ölfus næra eða sem sagt Þorlákshafnarbúar náðu að gera með sitt mál að fella þannig í íbúakosningunni. Ég held að okkar moment hafi verið þannig að ná einhverju samráði í gegnum þetta haf- og strandsvæðaskipulag. Hefðu við náð að láta það einhvern veginn breytast, það hefði geta verið okkar stóra augnablik til að hafa áhrif. En því miður þá bara samþykkti hann skipulagið. Já. Og þú Magnús hefur verið ötull að kanna það sem sagt eiginlega sannfærast sjálfur og þá samfæra þá sem vilja heyra að þetta ekki bara eitthvað, þetta bara ekki einhver vitleysa að vera á móti þessu, að þetta sko, já, þú hefur lagt alveg fram svona, hvað að greina einhverjan rökstuðning það hversu vonthugmynd þetta eða hvað? Já, sko, við vorum í heimsóknum Seyðisfirði, ég og kona mín, svona að skoða áhrifin eftir skriðurnar hræðilegu, sumarið eftir og hittum þar heimafólk og meðal annars Sigfinn sem er með okkur í þessari baráttu og eftir smá spjall við hann þá ákváðum við að fara að skoða betur svona grunninn á bakvið þetta og taka þátt í því að verja Seyðisfjörð fyrir þessum fjanda. Og maður þarf ekki að lesa lengi til að sjá það, bara strax í upphafi þá verið að biðja svæði sem eru svo lítil að það nánast og bara algjörlega ógerningur að koma þessu fyrir. En sko eldisfyrirtæki sem að gera þessa frummatsskýrslu og kemst þannig inn á kortið, það er löng sá bak við það, að sko það hunsar í raun og veru öll rauðu ljósin og öll atriðin í Seyðisfirði sem að komi í veg fyrir þetta sé hægt. Þau gera lítið úr allir náttúruvá. Þau tala að það sé ekkert mikil snjóflóðahætti eða ofanflóðahætti í Seyðisfirði. Þau tala að hafís sé óþekktur í Seyðisfirði. Því hafís sem kemur þá náttúrulega rústar svona kvíum. Ég bjó á Seyðisfirði 23 ár og á þeim árum kom hafís 3 sinnum. Og hann fyllir alveg inn í botn og brýtur allt sem fyrir er. Síðan er það fararstrengunni sem er sko heilu kýr fyrir þjóðaröryggi okkar og reynda fyrir þjóðaröryggi Færeyinga. Þannig við vorum fljót að sjá að þetta bara gengur ekki upp og fórum að skrifa þetta og benda stofnunum og öllum sem er að fjalla þetta á þetta. En sko það er eins og þetta umsóknarferli frá byrjun til enda, það sé á einhverju sjálfstýringu. Þegar kemur einhver gáli athugasemd það að það sé ekki hægt að gera þetta út af þessu, þá kemur bara eitthvað svar, já, það getur vel verið en við gerum bara mótvægisaðgerðir. Og það var alltaf að gera mótvægisaðgerðir við öllu, jafnvel þó það sé ekki hægt. Getur verið að þessi gervigreindin sem situr fyrir svörum? Nei, þetta er að þú segir gervigreind, það var segar skortur og greind, sko. Já, gerviskorturinn sem situr fyrir svörum. Nei, þetta var nú illa sagt, sko. En sko, baráttan fyrir þessu, hún er baráttan fyrir því að koma þessu á í kerfinu, hún er svo sko sterk og þeir sem er að vinna að þessu, þeir hafa svo sterk ítök í stjórnkerfinu og þetta er ekki sér Íslands, þetta er út allan heim. Og það var blaðamaður sem að ég hitti á einni uppákomi sem að Vá og fleiri stóðu fyrir fyrra, sem að fór að spyrja mig út í þetta og hann sagði, já, gangi ykkur vel. Ef ykkur tekst að losna við sjókveldu fyrir mikið með rökum, þá er þið fyrst í bærin í heimi sem tekst það. Já. Og ég oft hugsað þetta. Þetta er svolítið svona lýsandi fyrir það hvað svona stór, öflug, alþjóðleg fyrirtæki geta bara komið og gert það sem við vilja. Þetta er eiginlega harmsaga bara heimsins svolítið núna búið að vera undanfærið. Alltaf þegar einhverjar auðlindir eru, þá er þetta sagan og einmitt leið slíkra fyrirtækja inn í samfélögin er svolítið svona, var þetta að skrifa ævintýri það einmitt, hvernig... Já, þetta er alltaf sama aðferðin líka. Þetta er svo þekkt aðferð, þeir fara alltaf sömu leiðirnar. Þeir eru bara lukkurittararnir og svo er bara ráðið rétta fólki á staðinum og svo komist inn og núna hafa þeir til dæmis ráðið inn fólk á Seyðisfirði í
störf án þess að hafa leyfið og það setur enn meiri klofningu í samfélagið og gerir þetta persónulegt. Það mjög leitt að sjá eða þú veist, þannig að og mér finnst eins og Maggi að benda á, þú veist, þetta svo furðulegt að allt kerfið sé að reyna að fara í mót og þess að geta, sko, af því að fjörðurinn svo þröngur og það liggur svo beint við hversu flókið að koma þessum það fyrir og það bara að fara í mótvæðisaðgerðir og eftir mótvæðisaðgerðir á sama tíma og íbúar að mótmæla svona harðlega og þetta, auðvitað sér hver manneskja að þetta alrangt og það ótrúlegt að það sé ekki hlustað en við erum náttúrulega samt núna, við ætlum að verða fyrst í bærin sem að stoppa þetta Maggi. Ég held að við getum það. Ég held núna með þessum samtakamætti sem við finnum, við erum bara með Björk Guðmundsdóttir steginn með og gaf lagið sitt sem að í rauninni allt fjármagn sem kemur í gegnum lagið hennar og Rósalíu fer í lögfræði stuðning og Seyðisfjörður þar alveg á efstur á lista og við erum öll þessi félagsamtök, baráttusamtök sem eru með okkur og styðja við bakið okkur og svona bara samtök á móti landsmanna af því að auðvitað meirihluti landsmanna á móti sjókvíaeldi og þá ekki síst í Seyðisfjörðu og þetta vitum við alveg og ég held að þessi nýja ríkisstjórn hún bara vilji standa við það eins og hún bara í rauninni allir þessi flokkar töluðu svo mikið fyrir almannahagsmunum og því að sérhagsmunum ættu að ekki að fá að ráða ferðinni þannig að ég held og vona bara að þau stimpli sig inn núna og finni það þú veist við erum alls ekki að reyna að stilla við veg, við viljum einhvern veginn bara ná þeim með okkur þú veist gerum það sem rétt leifið okkur að finna að við séum bara virt skoðunur okkar skipta einhverju máli og það sé ekki vaðið yfir. Við fundum það alveg sko þar sem við áttum samskipti við frambjóðendur fyrir kosningar að það voru bara mjög margir sem að höfðu sko fullan skilning á því að það að tróða svona yfir lýðræðið svo maður sleppir nú bara öllu öðru það væri bara út úr korti og það eru svona ferskir vindar í pólitíkinni eins og Bent þetta kom inn á og við bara trúum því að þeir sem sögðu þetta fyrir kosningar og sett pólitíska stjórnkerfi gangi svolítið í endurnýju lífdagana og þessi sjálfstyrning sem nefndi áðan hún verið pínlítið tekin úr sambandi. Þetta eru gömul verkferli einhver sem hefur einhvern veginn, það er eins og hafa ekki verið svona komið saman og Íslendingar hafa ekki komið saman og gert sér einhverja svona sameiginlega hugmynd hvert stefnir í til dæmis í byggðamálunum og landsbyggðamálunum. Ríkisendurskoðun tók nú þetta ferli allt saman upp og gerði skýrslundan fyrir 2 árum síðan og þar var niðurstaðan bara óskup einföld að stjórnsýsluferlið í gegnum svona leyfisveitingu það væri svo brotið, það væri svo brothætt og það væri svo brotakennt að þeir bara kölluðu hátt eftir því að allar þessar stofnanir sem að vinna að leyfisferlinu myndu samhæfa sig, samræma sig miklu betur heldur en að gera. En þetta bara þannig að ein stofnun að meta ofanflóð, önnur að meta siglingaöryggi og hinn að meta þetta og hinn að meta hitt og það situr hver bara svona eins og hrossin í gamla daga blokkir fyrir augun og horfir á sitt og segir já, þetta svona og ef það rangt gert að þá tekur næsta stofnun sem má taka við þessu, hún tekur við þessu án þess að leggja sko mínútu í það reyna að krítisera hverjar voru forsendurnar fyrir því og af hverju þetta svona. En hvernig upplifir þú, nú ert þú brottfluttur Seyðfirðingur og gætir bara ég veit ekki, verið bara að hugsa eitthvað annað en ert í þessu, þetta hlýtur að vera svolítið tíma að afla upplýsinga og fylgja málunum eftir, til dæmis að þú einhvern veginn ert að koma þér eitthvað inn í þetta ferli og enginn að biðja það sem sagt, hvernig gengur það? Ertu Á ég ekki að svara þetta? Nei, eins og lísti upp af þá duttum við kona mín inn í þetta ferli fyrir 4 árum síðan og ákváðum bara að fórna tíma í þetta. Hann reyndar miklu meira heldur en okkur óraði fyrir því hann yrði en við erum bæði keppnisfólk og ekki síður kona mín heldur en ég þannig við ætlum bara að vinna þetta
og hérna, já, og hefum bara gert það sem þarf. Og hvað er snúið við upplýsingaöflununa? Þessar upplýsingar liggja þá ekkert alveg bara, þú getur ekki bara spurt þess að tala um gervigreindina og fengi þess að rökstuðningina eða hvað. Þú þarft að hafa fyrir því að afla þessar upplýsingar. Já, og að baki liggur lestur á 1000 blaðsíðina af skýrslum og lögum og reglugerðum og guðum og veit hvað. Og út af þessu reynum við að taka einhver aðalatriði og koma því á framfæri við þessar stofnanir og við hérna politíkina og alla sem að þessu koma. Og okkur er alltaf afskaplega vel tekið, já, þetta er athyglisvert, sko. En þetta athyglisverða verður yfirleitt bara, sko, ef ekki hægt að skjóta það niður með einhverjum svona hálfgerðum falsrökum, að þá sagt, já, heyrðu, við gerum mótvægisaðgerðir. Og mótvægisaðgerðir er orðið í mínum huga ljótasta orðið í íslenskri tungu, sko. Já. Því að það er verið að nota þær til þess að hérna breiða við skítinn. Já. En hvað er mótvægisaðgerð við við Ísjaka? Ég skal segja það. Já. Mótvægisaðgerð og það er nú eiginlega það einu sem er fyndið í þessu öllu saman, sko. Að Kaldvík, eða forverið þess, sagði, já, ef það kemur ísinn Seyðisfjörð, þá strengjum við bara vír þvert yfir fjörðinn og stoppum ísinn. Nú, en ef þetta eru hafís þök, þar er bara, ef hafís kemur og fyllir fjörðinn, eins og hann hefur oft gert, þá ætlum við að losa kvíarnar og sigla með þær og draga þeir að drösla þeim inn í fjarðarbotn vegna þess að þar er öryggi fyrir hafísnum. Já, ég sé að þú tissa, en hérna, þetta er staðreynd að þetta stendur í þessari skýrslu og stofnun eins og skipulagsstofnun gerði ekki annað en að svona, þegar hún er að fara yfir þessi ummæli og þessar innan gæðsarlega mótvægisaðgerðir, þá segir hún, já, við erum ekki alveg vissum þetta sé hægt, frekar hendur að segja bara að þetta er helvítis rugl í ykkur. Já. Þannig að það er þetta hálfkák í viðbröðum. Eru það stofnanirnar á vegum sem að sveitastjórnin leitar til eða svona íslensku batteríur sem að koma með þessar mótvægisaðgerðir eða hvað? Það er ekki fyrirtæki sjálft? Bæði, já. Það vill nú oft brenna við á Íslandi að spurja sko hagsmunaaðilar sem verið er að semja við svona mál sko. Er ásóknin mjög mikil að hendi þessara... Já, að þú nefnir hagsmunaaðila, að þá er náttúrulega grundvallar atriði þarna í þessu dæmi, eins og ég nefndi með snjóflóðun áðan, að það sé til marktækt snjóflóð og hættumat þar sem á að setja þessar kvíar. Já. Og í lögum segir að skipulagsstofnun eigi að biðja um slíkt áhættumat þegar skipulagið er gert. Nú, það var ekki gert, en í staðinn það fikk Kaldvík, sem er hagsmunaaðilinn, að biðja Veðurstofan um sitt eigið áhættumat. Og það var gert, og það er akkurat þetta, sko, það er hagsmunaaðilinn sem fær að stússast í þessu en ekki hið opinbera. Kaupir einhvers konar álit. En af hverju veitir Veðurstofan slíkt? Sko, það er svolítið skrítið, er ekki? Já, sko, hérna, í fyrsta lagi að þá á að gera ofanflóðahættumat fyrir alla eldi stöðina. Það sé ekki bara kvíarnar, þetta er prammana sem er þarna, er hægt á því að akkeriferstingarnar losni, er hægt á því að fóðurlagnir sem liggja á yfirborðinu hérna tætið til sundur og allt fær í klessu. En Kaldvík sá hérna ekki sóma sinn í öðru en að biðja áhættumat fyrir mannslíf sem að væru að vinna við sem sagt bara kvíarnar. Og Veðurstofan, já, hún gerði þetta áhættumat, tók það framreyndar að það var ekki gert fyrir annað heldur en bara mannslíf sem væru að stússa við þessar kvíar. Svo er þetta áhættumat lagt fram og það er lagt fram eins og þetta sé bara fullkomið. Og ég hef ekki séð það að stofnanirnar sem eru að sýsla með þetta geri gagnrýna athugasemd við þetta. Annað er það að áhættumat siglinga það er líka gert sko í umboði Kaldvíkur. Kaldvík fær að ráða sér verkfræðsskrifstofu sem að gera áhættumat siglinga. Reyndar eftir einhverjum reglum og leiðbeiningum frá opinberum stofnunum, en þú getur bara ímyndað þér sko þegar Kaldvík er kaupandinn og er yfir öxlin á þeim sem er að gera áhættumatið, þá hlýtur það að taka mið af því hvað kaupandinn vill. Það er bara mannlegt eðli. Og gleymum því ekki að áhættumat siglinga var unnið af sömu ráðgjafa skrifstofu fyrir vegagerðina meðan að haf- og strandsvæðaskipulagsgerðin var, en það fór bara ofan í skúfu
og síðan fekk Kaldvíksarstað keypti frá sömu stofu áhættumatssiglinga en það var bara eitthvað allt annað áhættumatssiglinga þannig að við skiljum ekki ennþá hvernig fjörðurinn náði að breytast svona mikið. Nei. Og meir en það að það búið að gera svona áhættumöt fyrir í djúpinu líka og við vorum svolítið hrifin af niðurstöðu þess áhættumats vegna þess að það var svo varfærið gagvað siglinguöryggi og ýmsir fleiri og bara bundum vonum við það að sambærilegt áhættumat að Seyðisfirði myndi nú bara drepa hugmyndin endanlega en þegar það kemur út þá er bara búið að þrengja allar viðmiðanir. Þar sem áður var talað vestur í djúpi að skip mætti ekki sigla nær kvíum heldur en eða sjókveldistöðum heldur en 200 metra munum datt til hugar að lækka þannig í 50 metri Seyðisfirði. Hafa útskipt fyrir okkur með einhverju rökum að það sé bara eðlilegt, það sé búið að endurmeta þetta og þeir sé ekki eins varfærnir þessu voru en spurningi vaknar var þetta ekki bara gert vegna þess að þetta þurfti að vera svona lítið Seyðisfirði til að koma kvíunum fyrir eða eldistöðunum fyrir. Þegar þú og konaðin eru að brasa í þessu og vinna bara eða miklum tími í þetta og vaknar ekki þú spurning af hverju ekki einhver á vegum sveitafélagana eða ríkisins sem í vinnu við það að gæta hagsmuna eða þess að leyfa íbúunum og náttúrunum þá væntanlega dýrunum að njóta vafans. Jú. Við spyrjum okkur aftur því af hverju þurfum við að vera að gera þetta? Af hverju bara ekki löngu búið að setja stopp? Þetta alveg fáránlegt og í rauninni var ríkisstjórnin á að bara gera eitthvað annað þá þegar að vonandi þau ná að koma þessu máli réttan farveg þá held ég að það verður auðvitað að tryggja það að íbúar þurfi ekki að leggja svona rosalega mikið að mörkum í aðhaldi. Það verður líka náttúrulega bara svo erfitt innan eins og þeir að segja þegar það er ósætti og þá er ábyrgðin svolítið skellt á íbúana sem að kannski leiðir til meiri ágreinings setna meira eða hvað. Auðvitað. Þetta er bara alls ekki ákjósanlegt en þetta sjáum við bara út allt þegar þetta er auðvitað gerast í svo mörgum málum snerta bara verðmætar þjóðarauðlindir sem að græðgisöfl vilja komast yfir. En nú þegar einhverju segja hvað voru er þetta eitthvað neikvæð að vera að finna allt þetta til og vera að mæla einhverjar tína til einhverja sentimetra meðan þetta er virkilegt tækifæri þarna uppbyggingar tækifæri og hvað hafið þið svo sem annað að bjóða þarna á Seyðisfirði ef að þið sleppið þessu fína það er nefnilega stóra máli, þú veist, hugsið ykkur 10.000 tonn af eldiskvíum, þú veist brjálæðislegt inngrip í náttúru og lífríki sko rosalegt, við vitum það alveg, við þurfum ekki bara að hætta að tala þann skaða fyrir náttúrun og lífríki sem þetta veldur og að alltaf fórna því fyrir einhver fáein störf er svo galið, þú veist, þannig ég á svo bátt með að skilja okkur í rauninni fólk vill rétta þessum stórfyrirtækjum þessa auðlind. En er það ekki líka þannig að þið eruð ekkert eitthvað deyjandi samfélag, Seyðisfirði? Jú, svo er náttúrulega, þú veist, ég veit að þetta, þú veist, og þegar fiskvinnslan lokaði 2023 þá þetta var það mikið högg og það munar svo sannarlega þá er samfélagið í sárum nei, þú veist, það bara í rauninni gerir samfélagið brothættar en áður en samt sem áður þá fannst mér nú, þú veist, það rétta sig ótrúlega vel af en þetta var ótrúlega erfið tíðindi. Ég vildi að Síldarvinnslan hefði bara sýnt samfélagslega ábyrgð og eitt sínu mikla fjármagn í að, þú veist, við erum þarna með þessa frábæru höfn og ferju til staðar við austurströndina. Það hefur verið svo borðliggjandi að bara byggja þar upp hátækni fiskvinnslu sem að hefði ekki getað eld svæðið og maður á svo stundur skilur ekki okkur að þau fá aldrei þá hugmynd að einhvern veginn vilja setja fjármagnið í raunverulega að byggja upp samfélög því að þau vita náttúrulega alveg hvað gerist þegar svona stór biti tekin á samfélagi og maður auðvitað hugsaði, þú veist, er verið að plæja jörðina fyrir sjókvíeldið að það núna koma inn og núna verðum við ennþá örvæntingra fullri gagvart í að fá störf en ég held að, þú veist, alveg svo Guðrún Ásta kom svo vel inn á, þú veist, það er svo ótrúlega flott samfélag og það er svo mikil uppbygging og það er ungt fólk að flytja þannig að síðustu 3 hús sem voru keypt á Seyðisfirði var bara fólk milli 25 og 35 sem maður vill setjast þannig að því að þetta er, sko, samfélagið hefur aðdráttarafl og ég held að það sé
það sem að mörgum minni bæjarfélögum hefur ekki tekist að skapa af því að, þú veist, segjum að þú vilji færa sérfræðistörf eða, þú veist, búa eitthvað staðar annar staðar og vera í fjarvinnu eða hvað sem þá þarf fyrsta lagi bærin að hafa aðdráttarafl og búa yfir einhverju menningu og einhverju, þú veist, langi að vera þar og það Seyðisfjörður með og þess vegna eru svo mörg tæki frá Seyðisfjörði og við megum ekki hugsa svona smátt, verðum að hugsa lengra. Og ég held einhvern veginn, ég hugsa oft þú veist, gömlu húsin sem að Seyðisfirðingum tókst að vernda með kjafti og klóm og það þurfti sannarlega mikið til, einmitt aftur frá íbúum að vernda húsin og vernda menningar verðmætin og það var auðvitað margir á móti því á sínum tíma en ég held að, ef þú veist, einhver bara burt með þetta eru bara, skiptir einhver máli og nú ætlum við að byggja nýtísku hús og gera flottan bæ og þetta allt svo gamalt og ljótt og skiptir einhver máli en hvar væru við í dag ef við hefðum ekki, ef þetta fólk hefði ekki vendað þennan menningararf. Af því að þetta auðvitað það sem að núna einhvern veginn gerir staðinn að þessum einstaka stað. Og kannski það myndi hafa þurft að berjast fyrir því hefur búið til einhvers konar samstöðu sem síðan hægt að grípa til núna gagnvart annarri vá. Það mikið svona einmitt samfélagsauður á þessum stað og menningarauður og hefði einmitt verið svo áhugavert að sjá síldarvinnslu eitthvað á staðinum, eitthvað gert til dæmis með íbúum sem sagt jáfnvel bara í eigu íbúa eitthvað svolítið, það svo sá valkostur einhvern veginn sé aldrei kannaður sko. Já, en auðvitað á ríkið að þú veist setja miklu meira í það að efla nýsköpun og tækifæri á landsbyggðinni og það auðvitað, þú veist, grunnurinn að því að þessi fyrirtæki geta komið inn og tekið þessi verðmæti að byggðirnar eru svo brothættar og í rauninni vilja bara auðvitað hvað sem til þess að geta einhvern veginn haldið lífi í byggðinni sem maður skilur það mjög vel. Sjókvíeldi ekki þessi nýsköpun sem þeir eru að bíða eftir. Þetta bara náttúrulega algjör fortíð og tímaskekkja og minnst einhvern veginn við heldum verðum að hætta að tala einhvern veginn við vitum það alveg. Þú veist, það eru það í milljónum manns út allan heim að berjast gegn þessu, þú veist, öllustum og við að horfa til Noregs það sem verið að loka ánum og sjá bara við ætlum ekki að fara í þetta við ætlum ekki að enda þarna og Seyðisfjörður sem alltaf verið framsækin og opin fyrir straum og stefnum til annar landa og verið svona, í framfara sveit svolítið, það svolítið leiðinlegt að þið þurfa að vera svona tímaskekkja okkur gamaldags við ætlum ekki að verða það heldur Seyðisfjörður núna er allt annar samfélag heldur en það var þegar ég fluttið að síðustu aldamót og að ég tala nú ekki þegar ég fluttið þangað í lok 8. áratugarins þá var Seyðisfjörður svona á þeim tíma var Seyðisfjörður svona hefðbundin með mikla útgerð óhefðbundin að því leyti til að það var mjög mikil járniðnaðar en þetta hefur bara breyst og nú er Seyðisfjörður svona framsækið samfélag með bara sínar eigin hugmyndir og er ekki tilbúin til þess að það komi að frekikallin komi bara og tróði sér þar inn og þetta er ekkert að gerast á einni nóttu, þetta er búið bara að þróast núna í gegnum síðustu áratíðina og ég stundur spurður að af hverju vilja Seyðfirðingar hafna þessari atvinnuuppbyggingu og eru Seyðfirðingar á móti því að það komi atvinnuuppbygging og svarið bara nei og Seyðisfjörður er alls ekki deyjandi samfélag, það er bara samfélag sem er að byggja sig sjálft upp á allt öðrum forsendum heldur náður og svona fyrirtæki svo Síldarvinnslan sem að starfa á Seyðisfirði í eitthvað cirka 10 ár og er með svona stefnu samfélagslega ábyrgð ég get ekki séð og það tekið fram að þau vilja taka ábyrgð á samfélögun sem þau vinna í og svo er ábyrgðin ekki meira en svo að bara einn góðan við þetta er bara sagt já nú ætlum við bara að loka takk og bless og það er ekki bara verið að loka loka frystihúsinu heldur hefur störfum Seyðfirðinga eða innbyggjara Seyðisfjarðar á skipinu sem ennþá ber nú sitt heiti og sína einkennistafi að þeim fækkar alltaf og þess vegna hefði ég allavega vilja sjá það að auðvitað getur Síldarvinnslan og hvað annað fyrirtæki breytt sinni starfsemi en ef þau meina eitthvað með því að vera með samfélagslega ábyrgð þá eiga þau þá að taka ábyrgð á því að hjálpa fólki að komast yfir þessa stór breytingu. Og við vitum það að stór fyrirtæki eins og núna er að ásælast
auðlindir samfélagslegar og náttúrulega auðlindar Seyðisfjörðar, þeir munu ekki sína, eða mjög ólíklega sína eitthvað meiri samfélagslega ábyrgð ef að litið til sögunar, en það verður ekki bara enda... En ég ætla samt að taka fram sko að Síldarvinnslan hefur ekki verið alveg stikkfrí, hún hefur tekið þátt í ákveðnu hugmyndavinnu og með svona vilir að taka þátt í einhver atvinnuuppbyggingu. Frá mínum bæjendur séð hefði það þurft að vera bara miklu myndarlegra. Já. Eigum við ekki samt að loka... Það hefði þá verið mótvægisaðgerð. Það hefði verið alveg mótvægisaðgerð. Mótvægisaðgerð er fyrir að breytast í því. Já, það er ekki bara einhver vír hérna, en tíminn okkar er búinn. Já, en okkar bara enda, ef ég má enda og segja bara, ég held að það sé rosalega mikilvægt samt að, þú veist, við Seyðfirðingar, ég held að sé mikilvægt að Austfirðir og við þessi samfélag fyrir austan, þú veist, fáum bara einhvern veginn virðum hvort annars, þú veist, sérstöðu og það er þó svo að við séum að mótmæla þessu núna, þá er það ekki einmitt eins og Guðrún að koma inn á svo flott í sínu spjalli að þú veist, þá erum við ekki að gagnrýna neinn annan, það fá allir að hafa sína skoðun og við verðum einhvern veginn að gera þetta í einhverju sátt og passa einhvern veginn að þetta verði ekki, þú veist, og nú verður ríkisstjórn held ég þess vegna að stíga sterkt inn og við getum ekki haft þessa ákvörðun ef hún auðvitað eðlilega vill núna bara setja þetta komast inn í þennan málaflokk áður en við gefum út hérna ný leyfi sem er mjög eðlilegt, en við viljum heldur ekki hafa þetta hangandi yfir okkur í einhver ári viðbót þessa mögulega leyfisveitingu. Það þarf samráð og það þarf samræði. Það þarf að vernda Seyðisfjörð. Það þarf bara að setja inn ákvæði í næstu lög lagareldi. Og vernda lýðræði líka í leiðinni. Já, við setjum Seyðisfjörð í verndunarflokk. Og þið minnið á hérna undirskrifta undirskriftalistinn fara inn á váfélag.is endilega skrifa ykkur á undirskriftalistan ef þið eru ekki búin að því og segja öllum kringum ykkur að gera það og síðan erum við með athugasemd sem má senda inn til MAST sem má afrita og hérna senda inn og því meira sem MAST fær af athugasemdum því betra. Þannig að hlustendur áhorfendur, við höfum heyrt hérna sjónarmið 3 Seyðfirðinga á ögurstundu. Við heyrðum í Guðrún Ástu Tryggvadóttur sem þurfti síðan að skjótast frá til að klára kennslu og hér við rauðaborðið sitja þau Magnús Guðmundsson og Benedikta Guðrún Svavarsdóttir. Hún er formaður VÁ og þeir eru bæði félagar og ötulir baráttumenn fyrir verndun Seyðisfjarðar. Kæra þakki fyrir að koma. Takk fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Og gangi ykkur vel og gangi okkur vel öllum Íslendingum í þessu, eða öllum, já. Hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur í þessari samræðu og Pétri Fjellsted fyrir að varpa henni til ykkar. Þakka fyrir í dag, ég heiti Oddný Eir. Gerist áskrifendur á Samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.